Komið sæl, ég heiti Halldór Backman og er kynningastjóri Almenna lífeyrissjóðsins. Skulum tala peninga. Ef það hefur ekki þegar verið hringt í þig eða komið á vinnustaðinn og þér boðin lífeyristrygging eða sparnaður, þá eru verulega líkur á því að það gerist á næstunni. Þar er þið boðið að spara í evrum og sagt að ávöxtun sé góð, sem hljómar allt vel. Fjölmargir Íslendingar hafa tekið þessum tilboðum, þar á meðal sjóðfélagar Almenna lífeyrissjóðsins. Á þeim rúmu 12 árum sem ég hef starfað hjá Almenna hef ég fengið það hlutverk oft að heyra í þeim sem hyggjast breyta til, í þeim tilgangi að kanna hvort eitthvað hafi brugðist í þjónustu okkar. Tilfellum og símtölum hefur fjölgað mjög mikið undanfarið, en í þeim hefur enginn kvartað yfir þjónustu sjóðsins. Hins vegar er það mín upplifun að þessar ákvarðanir séu ekki upplýstar ákvarðanir. Tölum peninga og köfum aðeins ofan í hvað er hér á ferðinni. Og hér hjá mér er Helgi Pétur Magnússon. Segðu mér aðeins frá þér. Já, takk fyrir að fá mig í hlaðvarpið hjá þér, Halldór. Ég er semst lögmaður hjá Almenna lífeyrissjóðnum og var aðeins verið að kynna mér svona mismuninn á okkar vöru, séreigninni sem við erum að bjóða og svo þessum tryggingafélögum og hvað felst í þessum lífeyristryggingum svokölluðum og það verður bara gaman að tala það. Okay. En bara hvað en þú veist, er þetta ekki bara einhver hagstæður, sparnaður, góð ávöxtun, séreignarsparnaður í útlöndum, spara í evrum, er þetta ekki bara gott mál? Já, það er auðvitað verið að halda að fólki að þetta sé bæði einfalt og svo örugt og það sé verið að fjárfesta í evrum, en þetta er ekki í grunninn sama varan. Það er ýmislegt sem að séreignin sem við erum að bjóða hefur fram yfir þessa vöru, en lífeyristryggingin, að þú ert að fjárfesta og borga í rauninni svona ákveðna prémíu á með iðgjaldunum sem þú greiðir og þá færðu í einhverjum tilfellum lágmarkstryggingu og svo færðu vonum einhverja ágóða hlutdeild ef að undirliggjandi eignir fara vel, en í grunninn má þó segja, ef maður tekur þetta bara saman í fáum orðum, að hjá okkur, semst í blönduðu verðbréfasafni hjá Almenna, að þá máttu gera ráð fyrir hærri væntri ávöxtun og minni kostnaði af vörunni sem gefur þér mun meiri eignamyndun sér í lagi í 40 ára sparnaðarformi. Þú byrjar að spara ungur og spara til 40 ára. Þannig að, nei, ég myndi ekki segja að þetta væri bara einfalt. Þetta er flókin vara sem að lífeyristryggingin er og hann sé örugg. Þessi vara býður ofta tíðum upp á ákveðið öryggi, en það öryggi er ákveðið falsöryggi og ástæðan fyrir því ég segi það er vegna þess að tryggingin er svo lág. Það er svo lítil ávöxtun sem er tryggð sem hluti á þessari vöru. Og þá veltur maður fyrir sér, er ekki betra að velja vöru sem að, hún hefur kannski meiri áhættu innan ára, einst 2 ára að ávöxtun geti hlaupið upp og niður, af því að við erum með verðbréfasafn og verðbréfasafn það að segja að það flöktir meira eftir því hvernig aðstæður á mörkuðum er, en yfir 40 ára söfnunartímabil að þá er vænt ávöxtun töluvert meiri af þeirri séreign sem við erum að bjóða í blönduðu verðbréfasöfnunum okkar. Þannig að já, þetta er svona. Já, ég líka velti fyrir mér, það er að fólk er að binda sig til ákveðið langs tíma og yfirleitt bara til 67 ára aldurs eða í einhvern ákveðin fjölda ára og það er þá, þú undirritar samning það þú munir standa við hann og svo vantar kannski svolítið í það hvað gerist ef þú nærð ekki að standa við samningin, ef það kemur eitthvað upp á hjá þér, þú finnst vinnuna, eitthvað tekjufall verður, hvað gerist þá? Það er eitt í því. Ertu búin að setja eitthvað inn í þá hluti? Já, þetta er mjög mikilvæg punktur því að með því að gera svona samning þá ertu að undirgangast samningsskuldbindingar og færð tryggingaskírteini sem veitir ákveðin lágmarksréttindi og möguleika á okkur ágóða til lengri tíma
En þú ert að gefa eftir sveigjanleika sem gríðarlega mikill í okkar vöru, það að segja í þeim ávöxtunarleiðum sem við erum að bjóða í séreigninni eins og við þekkjum hana hérna frá almenna lífeyrissjóðnum. Það er einfaldlega að ávaxta, þar leggur bara, það bara iðgjöld í hverju mánuði, það fyrir beint og myndar eign, bara í skilningi stjórnarskrárinnar. Þetta bara þín eign og þú hefur fullan aðgang að upplýsingum þessa eign á sjóðfélagavef og getur séð nákvæmlega hvernig innstæðan að þróast eftir tíma og þá eftir markaðsaðstæðum, getur farið upp á við hratt en líka getur komið sveiflu niður á við og þú sér þetta bara strax á sjóðfélagavefnum hjá okkur. En í þessari vöru sem við erum að bera saman, þýsku lífeyristryggingafélögin, að þar ertu að gera langan samning til 67 ára aldur og það sem gerist ef þú stendur ekki við þessa samningsskuldbindingu þá getur þú lent í því að kostnaðurinn af hverju greiddu iðgjaldi verður ofboðslega hár og þetta náttúrulega langverst ef þú hættir í upphafi tímabils bara fyrsta ár eða annað ár eða þriðja ár af því það tiltölulega hár kostnaður við það að fjárfesta í þessari vöru og til viðbótar bætist við sölukostnaður og ýmislegt. Þannig að þeir sem hætta að greiða í trygginguna og standa þar alveg ekki við samningsskuldbindingu sína, því að þetta gagnkvæmi samningur sem þú gerir við tryggingafélag að þú greiðir ákveðið iðgjald sem umbreytt í evru. Þannig að ef þú stendur ekki við þitt, þá nær hún ekki að uppfylla þennan líftíma þar sem að kostnaðurinn lækkar eftir því sem árunum líður og þú getur einfaldlega lent í því að fá ekki einu svona iðgjöldin sem þú greiddir tilbaka. Það að segja að kostnaðurinn verður það hár að þú fáir kannski bara brot. Þetta auðvitað mismunandi eftir þeim leiðum sem í boði. Maður hefur séð háar tölur eins og þú sjálfur hefur líka séð í þínum störfum og fyrsta ári kannski ósanngjarnt að nota það, mér finnst það kannski ekki alltaf lýsandi. Maður hefur séð 75% af greiddum iðgjöldin fara í kostnaði og segir hennu upp eða hættar að greiða á fyrsta ári og svo fer það hratt lækkandi með tíma en fólk þarf að átta sig á því að það að undirgangast samningsskuldbindingu til 67 ára aldurs og það getur einfaldlega verið bara erfitt eða jafnvel ekki góð ákvörðun að hætta að greiða í þessar tryggingar og hver og einn þarf að meta það vel ef hann hefur farið inn í slíka leið hvort að hann geti farið að greiða annað eða hvort hann eigi að halda út til þessara 40 ára. Það bara mjög mismunandi og við getum ekki sagt til það nema að skoða hvert mál fyrir sig. Þannig að þetta algjört lykilatriði þegar fólk að taka ákvörðun það hvort það eigi að segja já við kallinu þegar sölumaðurinn hringir og segir ég með vöru sem bara býður öryggi og það bara í evrum og þetta bara frábær leið og þetta bara tryggt að fólk átti sig á því að það að undirgangast ákveðna skildur. Þú þarft að greiða ákveðið iðgjald til þess að standa við þitt og þá færðu oft tryggða ákveðna greiðslu í lokin sem nota bene mjög lág ef við tökum bara ef þú myndir standa ef þú myndir greiða sama iðgjald bara til almenna eða annara íslenskra lífeyrissjóða með blönduðum verðbréfasöfnum ef þú myndir greiða allan þennan tíma þá ertu komið með eignamyndun sem mun hærri vegna þess að vænt ávöxtun af blönduðu verðbréfasöfnunum eru hærri heldur en þegar fjárfest í tryggingaleið hjá þessum þýsku félögum sem býður lágmarkstryggingu. Þannig að fólk þarf bara þetta algjör grundvallaratriði. Ef þú ert ekki viss þá þarft þú að afla þér upplýsingar, leita til einhverja sem hafa vitneskju og ekki bara taka orðum þeirra sem hringi þig trúanlega og halda að það sé heilagur sannleikur. Það er alltaf gott að leita
til þriðja aðila, eitthvað sem þú treystir til þess að fara yfir þessi mál, því að það maður sér það bara á netinu. Það eru til Facebook síðu það sem þetta er vinsælt umfjöllunar efni að velta þessu fyrir sig hvort að þetta sé sniðugt eða ekki. Það er ekki bara verið að bjóða tryggingu, þetta er líka verið að bjóða sparnaðarleiðir og ég hef búin að sjá skjöl þar sem talað að ávöxtun sé alltaf 8,eitthvað% á ári og þá er vísað í síðustu 3 ár, ekki talað að það er ekki gefnar upplýsingar ávöxtun lengra aftur í tímann og þær tölur eða þær upplýsingar eru notaðar til sölu. Hvernig hljómar það í þín eyru? Hvernig myndir þú taka á því? Það er auðvitað búið að setja upp ákveðin tól fyrir neytandann og það er líka mikilvægt að átta sig á því og ég hef ekki komið inn á það fyrir í samtalinu að við höfum lykilupplýsingaskjöl. Það er svona tiltölulega nýtt fyrirbæri. Lykilupplýsingaskjöl ganga út á það að þeir sem veita eða sem taka við iðgjöldum og ávaxta þau til þess að búa til lífeyri í framtíðinni, að þeim er uppálagt að þau þurfa einfaldlega að setja upp lykilupplýsingaskjöl þar sem þau þurfa að segja út frá sögulegum staðreyndum af því hvernig undirliggjandi fjárfestingar eru eða hvernig undirliggjandi tryggingar er samsett, að þá þurfa að setja fram upplýsingar það hver kostnaðurinn af vörun er og svo líka hver ávöxtunin er yfir ákveðið tímabil og það er verið að greina svona lágmarks fjárfestingatímabil sem er reynda mismunandi aðeins en þetta lykilupplýsingaskjal er mjög mikilvægt að fólk kynni sér vel því að þarna áttu að sjá hvað áhrif kostnaður hefur á vænta ávöxtun og allavega þau lykilupplýsingaskjöl sem að ég hef séð og borið saman við þessi erlendu lífeyristryggingarfélög, þau koma afskaplega vel út fyrir blönduðu verðbréfasöfnun hjá almenna en fólk þarf bara að kynna sér þetta og þetta er auðvitað breytilegt á milli tíma því að þetta byggist á sögulegum upplýsingum og þær eru síbreytilegar, það getur komið 1 vont ár sem hefur áhrif á lykilupplýsingaskjal næsta árs en það er verið að setja upp mismunandi sviðsmyndir, það er ef aðstæður eru slæmar, það er ein sviðsmynd og það eru góðar önnur og svo er hófleg sviðsmynd og annað slíkt. Þannig að þetta er tæki sem að ég myndi mæla með að fólk skoðaði, það getur fengið svona markaðsupplýsingar frá hverjum og einum en þetta er eina tækið sem er að reyna með samræmdum hætti að búa til upplýsingar fyrir neytendan, sjóðfélag okkar og aðra til þess að átta sig á mununum á milli þeirra leiðar sem mann getur valið og eins og ég segi þetta munurinn getur oft á tíðan verið sláandi. Ef við tökum bara þessar leiðir sem að þessi þýsku félög hafa, það er þessi örgustu leiðirnar, að þar getur munurinn verið næstu í helmingur yfir 40 ára tímabil, en að vísu erum við ekki að taka þar inn í myndina gengi á krónu og evru sem flækir samanburðinn örlítið. En það er líka, og fólk verður líka átt að segja því að það eru fleiri leiðir heldur bara í íslensk verðbréfasöfn. Þetta eru blandaðar leiðir oft á tíðum íslenskt erlent og svo rættu að velja bara erlent og annað slíkt. Nú langar að koma aðeins inn á hagsmuni, eða svona 2 auka lög af hagsmunum sem að ég skildi rétt er að bætast við þegar þú gerir samning við þessi þýsku félög. Fyrsta lag hagsmuna sem bætist við, sem eru ekki í íslensku séreignarsjóðunum, er hagsmunalag sölumannsins. Sölumaðurinn fær þóknun og hún getur verið veruleg. Í öðru lagi eru það hagsmunir tryggingafélagsins ytra sem er hagnaðardrifið. Það er ekkit
það ekkert non-profit neitt sko, það hagnaðardrifið og þar eru hagsmunir hluthafa tryggingafélagsins. Þeir vilja fá sinn arð, þannig að það eru komin 2 lög af hagsmunum sem eru ekki í íslenska lífeyrissjóðakerfinu og alls ekki í lífeyrissjóði eins og almenna lífeyrissjóðum þar sem að sjóðfélagar eru einir í stjórn og svo framvegis. Hvað viltu segja þetta? Já, hérna aftur sko komið að þetta eru margir aðalar sem að bjóða þessa vöru og mismunandi reglur og við tökum bara þetta fyrsta lag sem þú nefnir sem þá bara kostnaður sem rennir til sölumanna að fólk þarf að bara átta sig á því að þetta getur verið viðbóta kostnaður og það ekki alltaf gert grein fyrir þessu í lykilupplýsingaskjölum því ég var að nota það sem dæmi á hann að fólk ætti að nota það en það ákveðnir, það tekur ekki öllu sko og líka ákveðnileiti að bera saman epli og appelsínur þar en þó þessu svipa til en þessi félög eiga að veita upplýsingar til neytandans hver kostnaður sölumanna ef hann ekki greindur í lykilupplýsingaskjölunum sem að ég held að sé tilfellið í einhverjum tilfellum og mögulega það alltaf en ég get ekki alhæft þannig að í einhverjum tilfellum allavega að þá er viðbóta kostnaður að renna til sölumanna og jafnvel þó hann væri þó að sé ekki viðbóta kostnaður, það alltaf, eins og þú segir, það alltaf eitthvað kostnaður sem fer til þessara sölumanna og hann kemur ekki til hjá okkur. Hér erum við bara með skrifstofu og rekstra kostnað af henni og svo auðvitað ákveðin kostnaður við fjárfestingar okkar í sjóðum og bara í hlutabréfum og allt slíkt og það dreifist bara jafnt á alla sem eru í viðkomandi safni eða svo í samtryggingunni hjá okkur. Já, við höfum haldið fram að við séum að veita fólki aðgang eins og þau séu fagfjárfestar að fjárfestingum í erlendum sjóðum og svo framvegis, þannig að... Já, það kemur til mikil svona vegna þess hversu fjárfestingarnir eru stórar og fyrirkomulaginu hjá okkur þá náum við að minnka kostnaðinn við fjárfestingar okkar og svo getur bara hver sem séð hvert hlutfallið kostnaður við rekstur sjóðsins og við fjárfestingar það hægt að fylgjast með þessu en svo varst að nefna hitlagið sem er tryggingafélögin sjálf og það auðvitað rétt sem þú nefnir en sko neytandi þarf bara sjálfur einhvern veginn ekkert einhvern veginn hann þarf bara að leggja sér svolítið fram að skilja hvaða vöru verið að bjóða og hvaða áhrif þetta hefur á eignamyndunina því að öll viljum við þegar við hættum að vinna hafa staflan okkar þannig að eignasafnið okkar sem við erum búin að safna frá því vorum 16 ára svo sem bara hvenær sem að við viljum sjá þetta eignasafn vera eins hátt og getur orðið og allir viðbóta kostnaður hvort sem það til sölumanna eða til tryggingafélags í formi bara einhvers konar viðbótar þóknana sem fara hingað og þangað að allt þetta dregur úr möguleikum á ávöxtun þannig að ef við erum að taka ákvarðanir bara sem neytendur þá ættum við að nota upplýsingarna sem við höfum fyrir framan okkur. Lykilupplýsingaskjölin er ágætisplögg til að reyna að koma okkur þar í gegn og en það hjálpar okkur ekki alveg að komast í gegnum allt. Það svolítið tyrfið líka að átta sig á þessum upplýsingum. Það ekki alveg allra að átta sig á því hvað þarna sko. Alls ekki. Í upplýsingaskjölum stendur sumum að sé upp í 75% kostnaður, 50% kostnaður fyrsta árið og svo kemur fram líka í þeim sömu að það séu 2,5% kostnaður á heildarfjárfestingu. Eina sem eiginlega ég get sagt sko, við hvern og einn bara reynið að átta ykkur á öllum gjöldum og spurja spurninga þegar einhver að hafa samband við ykkur. Bara hver kostnaðurinn? Hvaða áhrif hefur það á mína fjárfestingu? Sýnir mér þetta lykilupplýsingaskjal
og svo spurja af hverju eru lykilupplýsingaskjölin hjá ykkur að gefa líkur á lægri væntri ávöxtun, töluvert mikið lægri væntri ávöxtun heldur en ég get fengið hjá íslenskum lífeyrissjóði í blöndu verðbréfasafni. Og þá erum við samt sem áður að bera saman annars vegar 20 eða 40 ár hjá erlendu sjóðunum og hins vegar 7 ár. Já, þetta er kannski flókið að eiga þetta samtal við fólk sem er ekki búið að skoða þessi skjöl, sko. Nei. Að það áttar sig kannski ekki alveg á nákvæmlega uppsetningunni þarna, en bara það ef að nærði að skilja það að skoða hver mismunandi, áttar sig á mismunandi sviðsmyndum, ef vond sviðsmyndir raungerist, hvað áhrif hefur það, og í þeim tilfellum að þá gæti verið hentur að vera með svona tryggingu hjá tryggingafélagi ef að markaðsaðstæður yfir mjög langan tíma eru mjög óheppilegar að þá ertu að kaupa vöru sem gæti nýst þér og gæti komið betur út. Já, þá erum við bara að tala um tryggingadæmi eða með tryggingasjóðun. Sko. Já, en í þessum lykilupplýsingaskjölum og það sem þú þarft að átta á, og það eru 4 mismunandi sviðsmyndir sem að sýna frá mismunandi aðstæðum. Þessi vonda, ef markaðsaðstæður eru mjög slæmar og þá til mjög langs tíma, að þá getur verið að trygging sé betra fyrirkomulag en í venjulegri sviðsmynd og hagstæðri og svo mjög góðri að þá ertu með mun meiri líkur þá á væntri hærri ávöxtun hjá blöndu verðbréfasafni og ef fólk næra átta sig bara á þessu svo koma einhverjar aðrar upplýsingar fram í skjálum sem geta flækt hlutina eins og til hversu langs tíma er verið að veita upplýsingarnar en bara ef fólk næra átta sig á þessu og setja það svo í samhengi við launin sem það er með og á hverju greituð iðgjaldið þú ert að fá 2, 3, 4% vænta hærri ávöxtun hverju einasta ári í þessi 40 ár þá er bara gríðarlegur munur á eignamynduninni yfir þennan langa tíma og já, þannig að það er til mikils að vinna að setja sig örlítið inn í þessi mál til að geta borið saman, bara til að geta borið saman og og ef þú nær því að þá ertu mun líklegri til þess að geta tekið góða ákvörðun fyrir þig en ef við sætum hjá þessum værum sölumenn að selja þessa þýsku afurð þá værum við að gera út á ótta að markaðurinn væri að fara á vestaveg og eitthvað slíkt og það er það sem er gert í þessum samtölum að þú sért að fara í eitthvað tryggara fyrirkomulag en að þú sérð bara byggt á sögulegum staðröndum og upplýsingum aftur í tíman með þær upplýsingar sem okkur er gert að setja fram í lykilupplýsingaskjölum og tökum bara hóflegu niðurstöðuna þá erum við að koma virkilega vel út í þeim samanburði og þannig að þetta er bara mín skilaboð að fólk átti sá það er þessi vænta ávöxtun ef ég tala bara fyrir mig ef ég er að taka ákvörðun fyrir mig þá er þetta kannski veigamesti þátturinn af því að þetta hefur þau áhrif hver verður eignastafli minn í lokin og við erum líka með þannig fyrirkomulag og við erum líka kannski átt okkur á því þegar við erum að taka þessa ákvörðun að við erum með ákveðin samtryggingar réttindi í íslenskum lífeyrissjóðum. Það er allir að greiða skylduiðgjald 15,5% eins og við þekkjum og í mörgum sjóðum fer allt þetta iðgjald í samtryggingu ekki í okkur en það eru lágmars réttindi nú þegar tryggð fyrir okkur Íslendingar sem þurfum að taka þessa ákvörðunum hvar við ætlum að ávaxta séreignina okkar og það er ekkert endilega best mér þætti allavega ekki sjálfum best að taka ákvörðun þar sem ég var að fjárfesta þessu sem til viðbótar við samtrygginguna mína að fjárfesta því í öruggustu afurðuna sem veitir vænta minnstu ávöxtunina
af því að þetta kannski það sem ég vill að vaxi og sérstaklega með aldri til að vera yngri og það líka hluta af þessum sveigjanleika sem kerfið okkar eða fyrirkomulega okkar býr til að sko við getum valið okkur 80 ávöxtunarleiðir. Þú getur fluttið á milli ávöxtunarleiða. Ef þú ert ósáttur við okkur þá getur þú fluttið til annars aðila á markaðnum. Þú getur það ekki svo auðveldlega eins og við fórum yfir áðan með lífeyristryggingarnar. Og það sem þú getur gert á mismunandi aldursskeiðum að velja kannski eitthvað áhættu meira þegar þú ert yngri og svo trappar þau niður. Og með þessu ertu að tryggja það aftur þessi eignastabli sem við varum að teikna upp á. Við erum að reyna að byggja hann sem hæstan þegar við hefum töku lífeyris. Og það einfaldlega að séreignin svo gott tæki til þess aðeins að nota tímann sem við höfum fram að lífeyristöku aldri til að stilla áhættuna aðeins af og velja leiðir sem að tryggja best vænta ávöxtunu. Þetta vitum við ekki hvernig það mun þróast. En við getum allavega að byggt á bara staðreyndum úr fortíð og reynda að taka góðar ákvarðanir fyrir okkur sjálf, sko. Já, það sem að ég hef heyrt í þessum símtölum mínum að það þessi 7% sem að eru þá séreignarsjóðslautin af þessum skyldusparnaði að fara þá til þessara félaga eða það ákveðið eitt þýskt félag sem við að ræða og þar erum við að tala einhverja fjárfestinga það sem gefið til kynna það séu alltaf 8,67 eða 8,eitthvað% ávöxtun á ári að meðaltali og reyndar ekki mikið af sögulegu gögnum þar á bak við einhver 3 ár sem eru ansi sveiflu mikil hefur mér sýnst en það sem kannski mikilvægt því líka fyrir okkar sjóðfélaga og fyrir íslenska lífeyrisþega þeir sem eru með íslensku kerfinu að það að fá upplýsingar beint inn á sína sjóðfélagavefi það sem að greiða, ávöxtunina, hjá okkur getum við að setja inn í reiknilíkon og farið skoða fram í tímann hvað mun gerast ef ég held áfram með sama hraða að spara ef ég bæti við auka sparnað og svo framvegis, þú getur bætt öll inn í og reiknað út og... Akkurat, við erum með frábæran sjóðfélagavef sem hefur verið byggður vel upp bara frá upphafi og það hægt að taka, ef raunávöxtunin verður 2%, 3,5, 4% þú getur leikið með það til að sjá hvað áhrif það hefur bara á sko já, sem þú ert með nú þegar þannig að það afskaplega mikið af upplýsingum sem eru veittar hjá okkur og sem þú ert ekki að fá hjá þessum félögum og getur kallað eftir upplýsingum og ég reyndar þekki ekki hversu fljótt það eða hversu góðar upplýsingar eru veittar en allavega fyrir okkur og það sem við erum að veita þar erum við með mjög góðar upplýsingar og þetta bara góð leið sko fyrir fólk að bara svona læra aðeins inn á svona bara ef markaði þróast illa vel að sjá þegar þú ert búin að safna og sérstaklega þegar þú eldist aðeins að þá sérðu séreignin að vaxa þá sérðu hvað bæði jákvæð og neikvæð áhrifum út á mörkuðum hefur á eignasafni þetta fræðir fólk að sjá hvernig þetta virkar og það fær svona meira í fingurna bara hverju svona eru undirliggjandi eða svona hvað sem undirliggjandi sem að veldur því að inneignin hækkar eða lækkar? Svo það áhugavert að sjá líka þegar maður er inn á sjóðfélagi almenna að setja bara inn í það annars vegar kemur fram hvað þú hefur lagt til og hins vegar það ávöxtunin og það getur skipt verulegu máli heildartöluna hver ávöxtunin á tímabilinu. Já, ég reikna með að þessi félög þýsku veita einhvers konar sambærilegar upplýsingar það sko. Þannig að þú getur auðvitað fengið einhverjar upplýsingar verðmæti það sem þið kalla endurkaupsvirði eða staðgreiðslu verðmæti tryggingarinnar held ég að kalli þetta.
Já. þú getur óskað eftir þessum upplýsingum og færðu hvað þú getur auðvitað kallað eftir iðgjaldasögunni og eitthvað slíkt sko. Já, það er svolítið einnig, þú kemur inn á endurgjöpsvirði. Við fólki tíðrætt að þetta sé erfanlegt og bara hvort að erfanleiki og erfanleiki er það sama. Eru þessar eignir að fullu erfanlegar, samanborið við íslensku leiðirnar, þegar að þú þarft að greiða eitthvað, þegar kemur einhver lækkun vegna erfanleika, vegna einhvers bla bla, einhver kostnaður sem að reiknaður inn á erfanleikan. Já, þetta er auðvitað, sko, pínu flókið að setja þetta einfalt fram í svona spjalli, en það eru fyrstulega mismunandi reglur og þú getur keypt viðbútar tryggingar í sumum tilfellum, en eins og ég skil þetta þá er þetta þannig að í flestum tilfellum, til dæmis við andlát og þú ert ekki búin að deyrð áður verður 67 ára sko, að þá færðu í rauninni það sem þú hefur greitt iðgjöldin mínus þessi kostnaður sem hefur átt sér stað, svo er verið að reikna einhver ágóða hlutdeild sem er ekki hægt að lýsa með einföldum hætti hvernig fer fram, og ég efast að ég held að sé hvernig hægt að lýsa þeim með einföldum hætti. Nei, það var allavega fróðlegt að hitta mann sem geti útskýrt það með einföldum hætti, en það eru, þú færð einhvers konar bætur greiddar, og þetta er trygging sem hefur svipaða eiginleika, en þú ert að líkindum að fá minna greitt bara vegna þess að ávöxtunin hefur verið lægri og kostnaðurinn vegur þyngra til að byrja með, eins og ég skil þetta, en aftur þetta eru margir skilmálar og þú getur keypt viðbótartryggingar sem að veita í einhverjum tilfellum þá mögulega meiri vernd en það kostar, og þú ert bara að borga fyrir það með hluta af iðgjöldum, geri ráð fyrir. Þetta eru tryggingafélög sko, þau hafa ýmsar leiðir til þess að bjóða upp á vörur, en það kosta allar, og tryggingafélagi þarf að taka sitt sko. Og ef við tökum þetta saman í örfáum orðum, Helgi, hvernig myndirðu draga þetta saman? Já, bara svona í mjög einfaldari mynd, þá er þetta nokkur atriði. Það er í fyrsta lagi að þú ert með því að færa þig yfir í lífeyristryggingu, að þá ert að gefa frá þér gagnsæið. Þú missir sjóðfélagavefinn og allar upplýsingar eignina. Þú missir sveigjanleikann. Þú ert ósóttur við það hvernig hlutirnir eru að æxlast eða hvernig ávöxtunin getur ekki fært þig nema mögulega einhverjum auka kostnaði. Svo ertu með vitneskju það að vænt ávöxtun með lykilupplýsingaskjöl allavega það sem ég hef skoðað meiri hjá okkur heldur en þessum félögum. Svo ertu með kostnað og þú ert líka með upplýsingar og lykilupplýsingaskjölum og samningum frá þessum félögum, að kostnaðurinn meiri hjá þessum félögum heldur en okkur. Og þá erum við bara komið með ákvörðunar ástæðu, og þetta eru bara neytendur sem þurfa að taka ákvörðun, eða ég og þú bara, og við erum reynda neytendur líka, við þurfum að taka ákvörðun, eigum að segja já við sölumannin sem er að hringja, eða eigum að segja, heyrðu, ég er bara á ágætum stað hjá Almenna eða hjá öðrum lífeyrissjóði sem er að bjóða upp á gott verðbréfasafn. Þá þarfst þú bara að melta þetta eins og hafa bein í nefinu, spurja gagnrýna spurninga og velta þessu fyrir af hverju ætti ég að gera það, og með þessa punkta sem ég var að nefna að þá finn ég ekki rökin fyrir því, nema eins og ég hef búin að nefna fyrir í samtalinu, ef að þú er bara miklar áhyggjur af því að hér sé allt að fara bara mjög illa, en þá ertu samt með mismunandi vörur sem þessi þýsku félög eru að bjóða upp á. Annars vegar það sem er með eitthvað tryggða lágmarkstryggingu, þá getur það verið eitthvað kostur, en svo ertu með kannski leiðir sem eru líkari okkar en einfaldlega bara með hærri kostnaði. Þá þarf þú að fara í lykilupplýsingaskjölin, bera þetta saman og þú þarft að átta á því að kostnaðurinn sem við erum búin að vera að fara aðeins yfir, hann hefur þetta bein áhrif á þessa mynd ég er alltaf að lyfta hendinni
að sko eignamyndinin í lokin það sem skiptir þig máli. Þú þarft að taka ákvarðanir fyrir þig sem tryggir þér sem hæstan stafla, sem mest lífeyrisréttindi, hæsta inneign til þess að taka út þegar þú þarft á því að halda. Til þessi sparnaður gerður. Og við tveir getum bara reynt að hjálpa fólki að sko bjarga sér sjálft og kynna því fyrir þeim upplýsingum sem hægt að nálgast. Og lykilupplýsingaskjölin hafa ekkert verið mikið í umræðinni, en þetta búið að vera í nokkur ár og fólk getur leitað í þau til að nálgast ákveðnar upplýsingar. Svo ertu með heimasíður þessara félaga og svo ertu með reiknivélar hjá okkur eins og þú fórst yfir á hann. Og þú getur notað þær og getur til dæmis prófað að setja upplýsingar úr lykilupplýsingaskjalinu, bara tekið hóflega sviðsmynd hjá nokkurum og við erum með góða reiknivél þar sem þú gætir bara prófa að setja launið þín og viðgjaldið sem þú ert að greiða í séreign, tökum bara 4+2 viðbótarlífeyrissparnaðinn, getur sett það bara 6% af laununum þínum, ef við segjum þú sért með 1.000.000, 60.000 kall og greiðir þetta með hóflega sviðsmyndi í þessum mismunandi lykilupplýsingaskjölum. Þá sérðu á 40 ára sparnaðartíma, þá sérðu hversu mikil áhrif þetta hefur að kostnaðurinn sé einmitt hærri hjá þessum aðilum. Sérstaklega í upphafi þegar fólk bara, þegar eru fyrstu krónur að koma inn og hver króna er að fá vöxti og vaxtavöxti og svo framvegis. Algjörlega. En aftur, ég horfi alltaf á þetta og varan seld þannig að þetta til 40 ára og þú ert að binda þetta til 40 ára. Og það ákveðnir eiginleikar sem eru tryggðir og þá þetta kostnaðarþungt í byrjun og lækkar svo. En mér finnst við bara að vera með mjög góða vöru og þetta svo þægilegt fyrirkomulag með séreignina að þú hafir vald á því hvar hún liggur hjá hverjum, hjá hvaða vörsluaðila, hjá okkur eða einhverjum öðrum. Ef þú ert ósáttur við það hvernig fjárfestingarstefnan eða hvernig á málum hefur verið haldið, þá hefur ákveðin tækifæri til að færa þig. Það búið að taka þessi vopn svolítið úr höndunum á þér hjá þessum öðru aðilum vegna þess hvernig þetta svo kostnaðarþungt í upphafi og þá þetta svo vonda ákvörðun oft á tíðum að færa inneignina eða getur verið það. Fólk þarf allan að kynna sér það vel. Þannig að varan okkar bara einfaldlega góð. Þú ert með margar ástæðanlegir sem getur valið blöndu verðbréfasöfn, svo ertu með innlánasafn, ríkissafn með ríkisskuldabréfum og innlánum og svo ertu með nýtt erlent verðbréfasafn. Þannig að það eru ýmsu að velja og svo bara áhættusækni okkar mismunandi eftir tímabilum. Það að velja sér eina leið þegar þú ert 37 ára eða 25 eða hvað það og ætlar að vera með hana allt tímabilið. Þú vilt hafa sveigleikann að fara í eitthvað öruggara seinna meir og það það sem séreignin hjá okkur gerir og gerir hana mjög eftirsóknarverða í þessum samanburði. Fyrir mér þetta bara snýst þetta að fólk sé að taka upplýsta ákvörðun, að gera sér grein fyrir hvað varan kostar sem að kaupa, hvort sem það er íslensk séreign eða erlend og það sé bara farið með opin augun út í það sem það er að gera. Algjörlega og fólk má alveg það eru upplýsingar sem við veitum það er alltaf að fólk sé gagnrýni á það en það eru upplýsingar sem það fær almennt og við erum að reyna að vera bara lýsa hlutunum eins og þeir eru en bara vera með pínu gagnrýna hugsun og velta hlutunum fyrir sér eins og við erum búin að fara ágætlega yfir. Já, láta ekki bara segja sér í símann að það sé góð ávöxtun. Nei, og það eru mjög margir maður hefur bara í samtölum eins og þú þekkir sjálfur bara fólk segir bara já þetta var svo samfærandi og þetta mér leið bara eins og þetta væri góð ákvörðun og en svo ekkert að velta sig meira fyrir því segir bara já og svo bara heldur áfram með lífið sko og jafnvel bara monta sig á því að hafa flutt sig og svo þurfum við að fara að spyrja og hvað felst í þessu hver svona vænta ávöxtun og hver kostnaður og eitthvað slíkt og ég var ekki miklar upplýsingar það.
það einmitt verið mín upplifun að fólk bara alls ekki meðvitað kostnaðið á ávöxtuninni eða raun og veru margt þá ákvörðun sem það var að taka. Nei, það svolítið bottom line-ið. Já. Svolítið hlættum. Já, tökum, já. Þá bara, held ég sé búin að tæma þessa umræðu í bili. Takk fyrir. Takk fyrir.